Útlán bankanna til eignarhaldsfélaga námu 1700 milljörðum króna við fall þeirra. Þessi lán ein og sér dugðu til að fella bankana, segir Vilhjálmur Bjarnason, formaður Samtaka fjárfesta. Útlán bankanna til eignarhaldsfélaga námu 1700 milljörðum króna í sumar, sem tvöfalt eigið fé bankanna. Þetta þriðjungur af heildarútlánum bankanna innanlands. Mitt ár 2004 voru útlán bankana til eignarhaldsfélaga nánast engin. Þau aukast jafnt og þétt og eru orðin 700 milljarðar í ársbyrjun 2007 og 1000 milljarðar síðustu áramót. Á þessu ári hafa þau aukist gríðarlega og voru orðin 1700 milljarðar í september þegar bankarnir riðuðu til falls. Og inn í þessu eru útlán til aðila sem hafa keypt hlutabréf. Og þetta virðist hafi verið gert nokkuð frjálslega, þannig að bankarnir hafa lánað til bréfakaupa án þess að lántakendur hafi þurft að sitja aðra tryggingar heldur en bréfin sjálf. Og ávinningur bankana af þessu sá að með þessu hægt að auka eigið fé bankana. Það eini ávinningurinn sem ég sé og áhættan sem að fjárfestirinn, eignarhaldsfélagið tekur, að stofna eignarhaldsfélag fyrir 88.000 og hafa von í hækkun bréfanna. Eigið fé bankana var 800 milljarðar. Þessi upphæð, 1700 milljarðar, tvöfalt eigið fé bankana og hefur því átt þátt í falli bankana. Já, þessi útlánaliður einn og sér, hann getur fyllilega fellt íslenska bankakerfið og ég ansi hræddur að svo hafi verið. Það alveg öruggt mál að óvarleg útlánaþróun hefur fellt bankan en ekki bara lausafjár þröng núna í lok september.